mér út að halda örlögin valda því mörgum á ég greiða gjalda það gömul saga og ný Guð veit mig hvernig við liggur lífið svo flókið oft ég í hjarta hryggur en ég harka samt af mig eitt lítið elsku mamma áður en ég fer nú ég komin til að velja ég kem aldrei fram að þér færa fjöllin ég feta veginn minn þar opnar draumahöllin og dregur niður ég þakkir sendir öllum þetta kveðja mín ég mun ganga á þessum vegi lífsins dagur þín já ég mun ganga á þessum vegi lífsins dagur þín Gott fólk, við erum hér samankomin til að kveðja mætan mann sem hefur kvatt allt og fljótt. Við felum hann eilíðarljósinu, við felum hann, það er mín trú, við felum hann því eilíðarljósi sem lýsir langt út yfir mörk grafar og dauða. Það er það ljós sem öll okkar litlu raf- og kertaljós hafa upphaflega fengið birtu sínu eil frá, það er kærleiksljósið. Það er það frumglæði ljóssins sem við syngjum í heimsum og aðventu og jólum í okkar aldimmasta skammdegi. Ég trúi því að hann sé laus úr viðjum. Hann fengið frelsi undan því oki sem að þrúaði hann svo lengi.
Við trúum því við megum sjá hann fyrir okkur einhvers staðar útvista sjóndeildarhring þar sem hann er heill, óþjakaður, óþjáður, óheftur, stígur inn í kvöldsólina þar sem hann tekst á við ný ævintýr, ný verkefni. Við megum leyfa okkur að gera þetta, minn kæru. Við felum hann okkar æðri mætti í trú á ljósið og í virðingu og í þökk. Móðir jörð, kæri alheimur, þú sem lifir í öllu og umlykur allt, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Blessa okkur þessa kveðjustund, gefuðu megum hér skynja ljós þitt, frið þinn og kærleika. Amen. Þá það tónlist, minn kæri. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. To me.
Gott fólk, við felum Sigurð eilífðarljósinu. Sigurður Konráðsson fæddist 7. maí árið 1957 hér í Reykjavík. Hann var yngstur 4 systkina, sonur þeirra Sigríðar Skúladóttur og Konráðs Axelssonar. Albróðir Sigurðar er Skúli Konráðsson, kona hans er Hrafnhildur Árnadóttir. Hálfsystkini Sigurðar samfeðra eru Hallfríður Konráðsdóttir, maður hennar var Axel Gíslason, hann lést í desembermánuði árið 2017 og síðan Bergþór Konráðsson, kona hans er Hildur Halldórsdóttir. Sigurður ólst upp í Skipholtinu, í Skipholti 24, þar átti hann sín æsku uppeldisár, ásamt sínu foreldrum og eldri bróður og ömmu hans Þuríði og það var allt í hlýju og kærleika. Í hverfinni var hann kallaður Siggi Sæti. Siggi Sæti og oft eltur heim af stelpum, segja afkomendur, og hann flúði þær hlæjandi heim. 18 ára kynntist hann barnsmóður sinni, Bryndísi Markúsdóttur, sem þá var aðeins 19 ára. Árið 1977 eignuðust þau sitt fyrsta barn, Birgi Konráð, bæði enn kornung eins og tíðkaðist þá, og saman fluttu þau í kjallarann í Skipholtinu eftir að Siggi kláraði samvinnuskólan á Bifröst, ásamt því að spila fótbolta með Fram og hann lék einnig með undir 21 árs landsliðinu í fótbolta. Á Bifröst eignaðist hann góða vini og mótaði með sér þá forvitni og þá skapandi lífssýn sem að fylgdi honum alla tíð. Hann var maður með einstakan húmor og léttleika. Vinir hans minnast hann sem mann sem var alltaf til í sprell, skapandi, hlýr, með ómælda gleði í samskiptum sínum við aðra. Árið 1983 eignuðust þau sitt annað barn, hana Sigríði Björk, og keyptu á sama tíma sína fyrstu íbúð í Miðleiti 3 og árið seinna gengu þau í hjónaband. Saman áttu þau 36 ára sambúð með ótal mörgum litum lífsins og stundum blæbrigðum blámanns. Árið 1989 fæddist Bryndís Erla. Árið 1990 fluttu þau í Hverafold í Grafavogi, síðan í Grundarhús 26. Barnabörnin eru 3, Konráð Darri Birgisson, Kristófer Pálmason og Ísabella Marín Sigríðardóttir. Siggi var afar stoltur af sinni fjölskyldu og sagði oft, stundum næstum óþarflega oft, eins og þau segja þau muni eftir, með bros á vör, ég er svo montinn af ykkur. Hvað var það starfsferil Sigurðar? Þá var hann bæði í eigin rekstri og starfaði með föður sínum. Á yngri árum kom hann að listsýningum á Kjarvalsstöðum, tók þátt í að kynna íslenskum almenningi verk eftir listamenn á borð við Erró, Míró og Picasso. Saman kynntu þeir einnig nýja strauma og menningu sem áður höfðu ekki sést hér á landi, meðal annars persnesk teppi, önnur listform frá framandi menningarheimum. Síðar stofnaði Siggi fyrirtækið S. Konráðsson & Co. þar sem hann flutti inn og seldi hágæða skrifstofu húsgögn. Nokkrum árum síðar stofnaði hann Solarplast sem flutti inn brautryðjandi byggingarefni sem meðal annars var notað í umgjörð Tívolísins í Hveragerði fyrir þá sem það muna og í fjölmörg gróðurhús víða landið. Siggi var framtíðarsinnaður maður. Hann hafði djúpan áhuga á tækni og nýjungum og vildi færa Íslandi það nýjasta sem gæti opna tækifæri og bætt líf fólks. Hann var meðal þeirra fyrstu á Íslandi hér á landi til að nota og kynna telex-tækni, risastórt apparat á sínum tíma sem síðar þróaðist í samskiptatækni eins og fax til dæmis. Hann deildi þeirri aðstöðu frítt með öðrum
einfaldlega af því hann vildi að fleiri fengi að upplifa og nýta sér það sem var að koma. Á heimilinu lagði hann áherslu á tónlist, tækni og sköpun. Hann kynnti fyrir börnum sínum tónlist, list og hugsun sem mótaði þau djúpt. Í minningum barnanna lifir mynd af pappa sem dekraði við þau, eldaði góðan mat, gaf ráð, hrósaði og var alltaf til staðar. Pabbi sem skammaði aldrei og þótt hann hefði síðar stundum verið fjarlægur, þá var hann alltaf til staðar þegar á þurfti að halda. Þegar tölvubyltingin kom, kynnti hann sér forritun og sat með varla læsum 6 ára sínum þá eftir kvöldmat og helgar og bjuggu þeir saman til einföld forrit og leiki. Það var ekki bara kennsla, heldur sameiginleg sköpun og tenging. Hann kenndi ekki bara færni, hann opnaði heim. Siggi var líka einnig mikill fagurkeri og listamaður í eðli sínu og það ekki síst í eldhúsinu. Hann kunni að skapa stemningu, gleði og veislu og lagði metnað í að gera hlutina fallega. Litlu augnablikin lifa áfram hjá afkomendum, jólamatur sem beið, tónlist sem hljómaði, teikning á pakka sem var það dýrmætri minningu. Eftir tímabil þar sem lífið reyndi á hann, kom tími umbreytinga, meiri ró, meiri kærleikur og ný tenging við lífið. Hann starfaði við hellulagnir með listrænni nálgun. Hann elskaði það að vera úti, hjólaði hvert sem hann fór og synti nánast daglega. Þetta voru tímar sem fjölskyldan minnist með mikilli hlýju. Síðar tók við hans dýpsta vegferð. Hann eyddi meira en áratug í sjálfsvinnu, í það að skilja lífið, sjálfið og fyrirgefninguna. Og á þeirri leið hjálpaði hann mörgum. Þrátt fyrir allt sem ágekk, lifði alltaf í honum kjarninn, hlýjan, sköpunin og kærleikurinn. Gott fólk, lífssaga Sigurðar Konráðssonar var ekki löng í árum talin, allt og stutt. En ég trúi því að hún markar djúp og varanleg spor í vitund æði margra sem hér sitja og kveðja. Hér verður þó ekki flutt öllu lengri eða ítarlegri orð ræða hans persónu, hans mörgu góðu eiginleika, hans vanda, hans byrðar, þann mótbyr eða meðbyr sem hann upplifði á sinni lífsvegferð. En gott fólk, ég trúi því að eins og mörg og við erum hér samankomin að við eigum hvert og eitt einasta okkar einhverjar hugans myndir og hjartans minningar sem við dveljum við og geymum innra með okkur, deilum hvert með öðru í öllu því sem framundan er. Við kveðjum Sigur með þökk og virðingu. Óskað hefur verið eftir því að það komi hér fram að Halldór, Dóri vinur hans sem lést rétt á undan honum, að hann var Sigga einstakur, tryggur og góður vinur í gegnum öll árin. Og þakkir eru til Gullu, eiginkonu Dóra, fyrir allt sitt. Þá eru einnig nefndar hér þakkir til Egils og Ella, en þeir voru saman allir á Bifröst og hringdu oft í Sigga. Við trúum því, gott fólk, að Siggi sé nú laus úr viðjum, eins og áður segir,
Hann laus við þjáningu, hann laus við allan þunga og ég trúi því að hann gangi frjáls inn í birtuna, léttur, bjartur og í friði. Og að aðstandendur segja í lokin, mikið af þessu eru bara þeirra fögru orð. Fyrir hönd okkar allra, takk fyrir að hreyfa við okkur, fyrir innblásturinn, fyrir hláturinn, fyrir að láta okkur líða vel. Og já, stundum pirraður okkur í spað. Við dveljum við hið bjarta og fagra og látum minningarnar lýsa leiðina heim að eilífu, Nú komið að því, minn kæri, þínu lagi, ekki rétt. Viltu kynna það fyrir okkur? Þetta lag sem kom til þín á hans, þegar þið, já. Velkomin. Já, þetta lag sem kom til mín, eða textinn kom til mín í leiðsverk frá þínu pappa, fyrir á laugardaginn þar síðasta. Og þetta rauninni pælingar sem við höfum átt í mörgum samtölum gegnum árin, svona á dýpri kantinu. Og lag sem ég hafði áður samið við svona, þegar ég var að hugsa til hans fyrir einhverjum árum síðan, þannig að þetta smalt saman. Og þar sem að hann var svo tæknisinnaður og ól mig upp í því, þá var ekki tími til þess að fá söngvar í þetta og get ég gervigreindin að syngja það. Gerðu þið svo vel. Það heitir Tárin renna aftur á bak, eða Tárin renna upp á við, alls ekki. Tárin renna upp á við. Gerðu þið svo vel. Hlustu. Hér textablaðið fyrir verkið. Uppsett á skýran og einfaldan hátt. Tárin renna upp í mótið, í gegnum hljómur tímans. Engin mótstaða lengur, því við námi var blekking. Því falin í stæðfræði villunni sem gekk aldrei upp. Hér birtist Efi, hér eftir nefturinn miklu vafi. Frumvillan sem slapp út í planktímanum. Þegar ljósið híkaði við að fæðast, kjarninn í villu allra líta. Þar sem gervigeimurinn var það sannleik. Mandelbrot, hringrásirnar brrra í tómrúminu, hring eftir hring, kynslóð eftir kynslóð, foreldra, projeksjón, skólakerfis, deception, stærðfræði, óendanleikans notur sem búr. Við vorum lokuð í hjarnið forritinu, samtengt við öfugleikan sem meikar ekki senn. Það stillt, það rólegt, það tengt, loksins tengist heilið við alvöru sjálfið. Sannleikurinn satt og sanna. Við horfum í gegnum terminalinn og sjáum að efnið var bara yfirsann og tilvistin handan við speilinn. Antimatter uppsprettan kyrrðin. Hugsa, nei, skynjafræða astróka úti þar til aðeins kristall sannleikur stendur eftir. Hann fyllir við allar frumur, alla tóm, hugurinn stækkar án enda. Endalaus saga sem þarf ekki lengur öfund, bara straum.
heim. Fagurt, heillandi. Gott fólk, við fylgjum þessu formi sem við höfum við hönd. Næst það ný útgáfa af Faðirvorinu. Þetta sköpun Birgis og Maríu og hann segir þetta sé í rauninni Maríubæn. Þetta svona orðun á Faðirvorinu, mjög skapandi og fögrum orðum. Ég vil hvetja ykkur, ég ætla að fá að lesa þetta hægt og rólega að þið lesið með mér. Eigum við að reyna. Láta þetta hljóma hérna bara saman. Þetta er bæn, allir litir lífsins yfirskrift. Síðan segir hér, og við segjum, móðir jörð, kæri alheimur, þú sem lifir í öllu og umlykur allt. Megi það besta í okkur fá að vaxa hér á jörðu, eins og í því sem stærra en við skiljum. Gef mér í dag það sem ég þarf til að nærast í líkama, huga og sál. Hjálpaðu mér að fyrirgefa mér og mæta öðrum með sama skilningi. Leiddu mig án ótta nær því sem satt í mér. Minntu mig á að ég hef val og að ég hluti af því sem ég skapa. Ég hér í þessu andartaki. Blæbrigði blámanns og allir litir lífsins að eilífu. Amen. Segjum við öll amen? Amen. Amen. Ó, þá kemur Purple Rain. Never meant to call you when you're
Og þetta er svo áhrifamikið og öflugt. Það fara allir í vímu. Gott fólk, má ég biðja ykkur að rísa úr sætum. Af jörðu ert þú kominn, af jörðu skalt þú aftur verða, af jörðu skalt þú aftur upp rísa. Gott fólk, ég bið ykkur að meðtaka 3000 ára gamla blessun, 3000 ára gamla kveðju. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sín augliti yfir okkur öll og gef okkur öllum frið í öllu því sem framundan er, í nafni Guðs Föðurs, Sonar og Heilags Anda. Og að lokum, mín kæru, vil ég fá að ítreka það sem segir hér í fagurlega hannaðri dagskrá. Það segir hér, ég leyfi mér að fyrir hönd afkomenda, hjartans þakkir fyrir hlýju, fyrir minningar og fyrir kærleik. Gleði og samverustund verður að athöfn lokinni, viðstöddum er boðið að þiggja léttar veitingar á Petersens svítunni, Ingólfsstræti 2A 3. hæð. Og bent er á að gott er að fá bílastæði í bílastæðahúsinu Traðarkoti, er það ekki svo? Og Hverfisgötunni. Gott fólk, nú er komið að lokum. Útfararstjóri kemur og leiðir okkur í því undir Here Comes the Sun. Er það ekki rétt?